og þá komið að 7. og síðasta lið dagskrá, það skýrsla bæjarstjórnar og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, langar aðeins til þess að fara yfir það helsta úr mínum störfum síðustu vikunar. Ég hef átt síðustu viku fundið með 2 ráðherrum, annars vegar Eyjólfur og Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar með mér, annars vegar Eyjólfur Ármannssyni innviðaráðherra þar sem við ræddum meðal annars málefni Akureyrarflugvallar með tilliti til frekari uppbyggingar og mikilvægi þess að standa bak við flugþróunarsjóð sem skiptir okkur miklu máli og þá helst það megi alls ekki draga úr þeim stuðningi. Nú og svo borgarstefnuna sem mál sem afar nauðsynlegt að halda áfram. Okkur skildist á ráðherra að það færi á dagskrá nú í haust og allar líkur á að það verði samþykkt. Hins vegar áttu við fund með Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra þar sem við ræddum meðal annars mikilvægi þess að hér verði staðsett björgunarþyrla. Nú það hefur verið nokkuð gestkvæmt hér í Ráðhúsinu þar sem afir sumars. Hingað kom þýski sendiherran Clarissa Duvignon og áttu við gott spjall ýmis málefni. Þá voru hér síðustu helgi góðir gestir frá Gimli í Kanada, Kevin Chudd bæjarstjóri og Katrín kona hans ásamt leiðsögumanni og Jenny Hill, kanadíska sendiherranum og Elísu Reid fyrir forsetafrú. Það var haldið áhugavert málþing í samvinnu við Háskólann á Akureyri og sendiráðið þar sem hlýða mátti á fjölbreytt erindi sem tengdu Akureyri og Kanada. En tilefni heimsóknarinnar var 150 ára afmæli Íslandsbyggðar í Gimli. Það var einstaklega gleðilegt að taka á móti þessum góðu gestum og ég vona að við náum að dusta aðeins rykið að sambandinu við Gimli en það eru akkurat 50 ár í ár síðan Akureyri og Gimli mynduðu formlegt vinabæjarsamstarf. Fjárhagsáætlunin auðvitað komin á stað og þar ýmsu huga. Við viljum auðvitað halda áfram að skila góðu búi og veita góða þjónustu og þetta þarf að rýna vel og forgangsraða svo að hluturinn gangi upp. Þetta eru ekki nýjar fréttir fyrir bæjarfulltrúa. Nú annars hefur sumarið verið okkur gott. Bærinn hefur tekið á móti fjöldanum öllum af ferðafólki, bæði innlendum og erlendum og við höfum verið heppin með veður að undanskildum smá snjóakafla í júnibyrjun. Síðustu helgi fögnuðum við svo 163. afmæli Akureyrarbæjar og það var bráðskemmtilega afmælisveisla með fjölbreyttri dagskrá sem við getum sannarlega hrósað. Ég læt þetta vera loka orðin og hlakka til þess að takast á við verkefni komandi vetrar og samstarfi við ykkur. Takk. Áður bæjarstjóri lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 19. og 27. júní, 3., 9., 17., 24. og 31. júlí, 15., 22. og 28. ágúst. Bæjarráð frá 19. júní, 3. og 9. júlí, 7., 14., 21. og 28. ágúst. Fræðslu og lýðheilsuráð frá 24. júní, 13. og 27. ágúst. Skipulagsráði frá 25. júní, 10. júlí, 13. og 27. ágúst. Umhverfis- og mannvirkjaráði frá 27. júní, 8. júlí og 19. ágúst. Velferðarráði frá 25. júní og 25. ágúst og hægt að nálgast allar þessar fundargerðir á heimasíðu bæjarins og með þessu þá bara slít ég fundi hérna 12 mínútur yfir 4. Takk fyrir góðan fund.